Reykdælasaga og Víga skútu. Reykdælasaga og Víga skútu. Þorsteinn höfði hét maður, hann bjó á Hörðalandi og var hann faðir Eyvindar og Ketils Hörska. Það var eitt sinn í tali þeirra bræðra að Eyvindur kvaðst heyra gott af Íslandi sagt og fýsti bróður sinn Ketil til Íslandsferðar með sér eftir andlát föður síns. Ketil vildi eigi fara en bað Eyvind svo vítt nema land að þeim ynnist báðum til vel ef honum líkaði þar landskostið. Eyvindur fór til Íslands og kom skipi sínu í Húsavík á Tjörnesi og nam Reykjadal upp frá Vestmannsvatni og bjó að Helgastöðum og þar var hann heygður. Náttfari sá Garðari hafði útfylgt hafði eignað sér Reykjadal áður og markað til á viði hversu vítt hann skyldi eiga, en Eyvindur fann hann, gerði hann honum tvá kosti að hann skyldi eiga Náttaravík ella alls ekki þangað fóru Náttfari. Ketil fór til Íslands að orðsetning Eyvindar bróður síns og seldi áður jarðir sínar austur. Hann bjó fyrst að Einarsstöðum í Reykjadal. Hann var faðir Konáls, föður Einars þar bjó lengi. Eyvindur átti mörg börn. Synir hans voru þeir Helgi á Helgastöðum. Þeir eru við kenndir. Hann drukknaði á Grímseyjarsundi og Áskel goði bjó í Hvammi, faðir Vígaskótu og Þorsteins. Dætur Eyvindar voru þær Þorbjörg átti Þormóður úr Laxárdal og Fjörleif átti Þórir Leðurháls, sonur Þorsteins Gnúpa-Bárðarsonar. Þeirra synir voru þeir Vémundur Kögur, Herjólfur, Háls, Ketil í Húsavík, Áskel og Hávarður bjó í Fellsmúla. Eysteinn hét maður, hann var Mánason og rómlendur að kyni. Hann bjó í Rauðaskriðum við Fljótsheiði. Hann var ójafnaðarmaður mikil. Mílaugur hét nábúi hans. Hann bjó á Mílaugsstöðum. Hann var barnfóstri Hávarð Hjörleifssonar. Mílaugur var auðugur maður og síngjarn. Eysteinn fór til við 6. mann og tók fyrir Mílaugi 4 mælihlaus skíðaviðar og hafði með sér heim því að hann vildi eigi selja honum. Oft hafði hann fengið honum áður við og hafði ekki fyrir goldið. Mílaugur sagði til Hávarði, en Hávarður áskalli goða móðurbróður sínum. Áskell hvað Eysteinn eigi vera jafnaðarmann Mílaugs viðureignar og vildi hann sjálf til vekja málið við Eysteinn sem hann gerði várið. Eysteinn lagði gerð undir Áskell þetta mál því að hann var réttlátastur manna í sáttargerðum hverir sem í hlut áttu. Áskell gerði Mílaugi við jafnmikinn og 12 aura silfs fyrir sakastaði. Þá var goldið silfritt þegar en viðurinn litlu síðar. Eigi kvaðst Eysteinn oftar skyldu leggja undir Áskell sitt mál, ekki talði Áskell að því. Það mund kom Þorsteinn Bölkamaður eða Bolstöng út í Húsavík, systursonur þeirra Áskells og átti í skipi. Hann fór til Hávarðs og lét bera varnað sinn til Eyjafjarðar og þótti ekki á verða nema starf eitt og seldi þar Eysteini úr Rauðaskriðum 300 lérefta og klæði fyrir 1000 og bauð Eysteini að flytja til skips í Húsavík verðitt áður en 4 vikur eru af sumri. Hávarði þótti það í illa skuldarstaði selt, þá hann vissi en helst kaup sem áður og váratók, þá heimti Þorsteinn að Eysteini, hann hvað Þorsteinn eigi þurfa að annast Og annað sinn Þorsteinn kom að heimta að Eysteini, þá svaraði Eysteinn, ég hefi, segir hann, selt öðrum mönnum léreftin, nú gelst mér seint
af þeim sem eg á að heimta að, en verð hefur mér gengið en eg hugða til að kaupa við þig því að lérettin váru verri en eg ætlaða. Þorsteinn kvað Eystein óspilltan varning tekið hafa og nú þykir sinn veg hvárum þeirra og þar kom nú mál þeirra að Eystein kvað það mundu best að heimta ekki fyrir varningin og láta þar niður falla það mál sem nú var komið og þar kom nú máli með þeim að þeir skilðu. Hávarður segir að nú fór sá sem hann grunaði og hann gat til þá þegar Þorsteinn sagði honum kaup þeirra. Hávarður mælti, það sýnist mér fyrir liggja að leita til Áskels þetta mál sem öll önnur og þau hans sómi liggur við og frænda hans og sá líkast að rétta þetta mál við Eystein. Þorsteinn kvaðst eigi vilja kæra við frændur sína þetta mál og bauð nú Eystein í hólmgöngu, þá hann varnaði honum gjaldsins og nú tókst hólmgangan með þeim og varð hon með því móti að Þorsteinn hjó af Eystein í skjöldin og nær undan honum fótinn, tók hann þar 3 merk silfs og svá fekk hann þar vöru sína alla, fer hann nú útan og þykir hann mikill hafa vaxið af þessu máli, en frá Eysteini það að segja að fótur hans var græddur og gekk hann jafnan halt síðan hann hafði barist við Þorsteinn. Annar kapítuli. Svá sagt að Háls Hjörleifarsson gerði bú að tjörnum í Ljósavatnsskarði og þar gerðist vinátta mikil í milli og Eysteins í Rauðaskriðum. Björn hét maður, hann var frændi þeirra Hjörleifarssona. Hann kemur einhverju sinni að hitta Háls Hjörleifarsson og beitti hann nokkur tilbeina ómegð sína og svá að gefa nokkur til útanferðar sér. Háls sagði að hann mun annast ómegð hans ef frændur hans vildi beina til útanferðar honum. Björn réð það nú af að hann fer nú til Reykjadals að finna frændur sína. Kemur hann að kveldi til Eysteins og var þeim margt talað og ræddu hverjar aðrar tiltekjur Björn ætlaði að hafa og þá spurði hann Eystein hverju hann ætlaði að beina til útanferðar hans. Viltu til vinna nokkuð það hæfilegt eða nanna? Eigi kvaðst hann flugumaður vilja vera þó að Eystein vildi það. Eigi kvaðst hann flugumaður vilja vera þó að Eystein vildi það. Eystein segir, ég skal gera þér kost ein fullgóðan, þú skalt reka 15 geldinga til Háls frænda þíns þá sem eg á og þó með leynd á þessari nóttu og setja þar inn og byrgja en kasta vöttum þínum og staf hjá vökinni þar á tjörninni. Björn fór með eftir ráðum Eysteins og rak 15 geldinga til Háls frænda síns á laun nóttina en Eystein fékk honum farbeina og fór hann útan austr í fjörðum með ráði Eysteins en frá því að segja hvað Eysteini gekk til þess hann bauð honum að kasta niður stafnum og vöttunum hjá vökinni en hann hugði að menn skildi það ætla að hann væri drukknaður og að hvarf hans myndi af því vera. Morguninn eftir fór Eystein í rannsókn og með honum Þorkel Þorgeirsson frá Ljósavatni og þeir komu til Háls báðust þeir þar rannsóknar, var þeim það uppi látið og hann rannsakaði fann hann geldinga sína 15 inni byrjaða í geldingahúsi Háls og beitist sjálfdæmis af honum. En Háls brást ókunnigur við þetta og vildi fyrir engan mun festa grið fyrir þetta mál. Hann hafði engan grun sauði Eysteins þessa þar váru komnir eða hverju faraldi þeir hefði þar komið. Og var það nú hans erindi að fara á fund frænda sinna Ásgeir skoða og Hávarð og segir þeim til þessa það sem hann mátti af vita. Þeir svörðu og sögðu honum að nú hafði sá farið vinátta þeirra Eysteins sem ván var að hann myndi eigi vel gefast hvorki öðrum né þér. Kváðu þeir mjög í bætur bera hann hefði einskis mátt á leið koma þennan áburð
og nú var sú ráðagerð Ásgeirs að þeir myndi útan fara báðir Háls og Vémundur í Eyjafirði. Nú eigi langt að bíða áður en fréttist hvarf Bjarnar og þótti mönnum það með undarlegu móti vera, ætluðu það margir að það myndi hafa saman borið hvarfið Bjarnar og sauðana Eysteins, kváðu það nokkuð íhugavert og óreint því að eigi væri örvænt við féþurft Bjarnar og grunnsæi en við slægð Eysteins og ilgirni. Þeir myndi með nökkuru móti hafa verið báðir að einu ráði, töldu eigi ólíklegt að þann veg myndi Eystein helst mega þykjast reka svívirðingar sinnar hann fékk af Þorsteini Bölstöng að láta frændur hans verða fyrir þvílíku ámæli sem meir myndi þykja líklegt vera að Háls fengi af þeim hlut. Þótti það og undarlegt ef hann færi svá djarflega með og gengi svo gengt að rannsóknina nema hann vissi nökkuð til áður. Nú fer málið til þings og lauk því svá að Háls varð sekur sauðatökuna fyrir því að Ásgeir vildi eigi svara fyrir hann. 3. kapitúli. Nú að segja frá ferð þeirra Háls og Vémundar að þeir fóru útan og fundu Björn frænda sinn og spurðu hverju gengdi ferðir hans, en hann varð fár við kvámu þeirra og fann þar til útanferðar sinnar að hann þóttist sá helst mega forðast ómeð sína. Háls hvað það mundu engu gegna, hann sagði þá hversu fór með þeim Birni að hann hefði heitið honum að annast ómeð hans ef bræður hans vildi beina til útanferðar honum. Og nú segir Vémundur að hann hefur ekki komið að finna þá og þykjast þeir bræður nú skilja að hann mun eigi eitt sanna upp láta og leita nú eftir við Björn þar til hann lætur upp eitt sanna hversu farið hafði með þeim Eysteini og nú tóku þeir Vémundur Björn á sitt vald. Þeir Háls fara aftur til Íslands þegar eitt næsta sumar og koma skipi sínu í Húsavík og hafa nú Björn þar með sér. Það var ráðagerð Vémundar að leyna Birni þar til þeir fyndi Ásgeir goða. Háls sagði þá þegar Katli bróður sínum hann kom til skips. Nú láta þeir skamt að bíða áður en þeir fara á fund Ásgeirs og segja honum sem nú komið málinu og þykir honum nú vel hafa gengið ef Háls mætti fá rétting síns máls, safna nú að sér mönnum þar til þeir verða saman 6-10 og fara þá þegar til Eysteins og hugðust koma þar á óvart, en það bar svá til að Eystein hafði þar eigi færa lið fyrir þeir Ásgeir og frændur hans bera upp sitt mál og duldi Eystein alls það að svá væri sem þeir sögðu. Þá var Björn til leiddur og sannar hans sögu Ásgeirs og eigi til Eystein að síður. Og nú biður hann liðs Þorkel son Þorgeirs ljósvetnings, en hann sagði að hann myndi eigi gott mál til bera og hvaðst það vita að Ásgeir vildi aldrei fylgja röngu máli, sagði þá og hafa sannanarmann sögu sinnar og ber sá í móti því þú segir og það Björn frændi Hjörleifssona. Lauk hann svá sínu máli að hann vildi ekki lið veita honum þetta mál. Ásgeir lét nú stefna Eysteini ilmæli það sem hann hafði við Háls sauðatökuna til Alþingis. Engin menn urðu til að svara fyrir Eystein og nú verða þær málalegðir að Eystein varð sekur. Og þegar þeir koma heim af þingi þá reið Ásgeir þangað með flokksinn til Eysteins og ætlaði að taka hann af lífi. En í öðru lagi það að segja frá Eysteini að honum hafði í hug komið að eigi var örvænt að þvílíkar málalegðir myndi verða á þinginu sem nú váru og þótti honum þurfa nökkura orðræða í að leita ef duga skildi og kom það í hug að eigi var ráðið hve langt tómt þeir gæfi honum til ráðagerðar þegar þeir kæmi af þinginu ef hann sæist eigi áður fyrir. Og nú var það hans orðræði að hann safnaði saman öllu gangandi fé því hann átti og rak inn í húsin, lagði svá eld í húsin og brendi upp allt saman bæinn og kvénaðinn og svá hjónin öll þau sem verið höfðu hjá honum. En frá því segja menn ýmist hvað honum sjálfum var fyrir. Það sögn sumra manna að hann hafi farið utan suður á Eyrum og það þeirra sögn að hann hafi farið í Vík austur og þaðan suður til Danmerks, en sumir segja að hann muni hafa brunnið með
með hjónum sínum og vitum vér þó eigi hvort honum hefur heldur að bana orðið, en jarðir þær sem þar váru eftir urðu nú segðarfé. Fjórði kapitúli. Hánefur hét maður, hann bjó í Óþvegins tungu. Fátt verður frá honum vel sagt í þessari sögu og var hann óorðsæl maður. Hann græddi mikill fé, en þó heldust lítt hjónin hjá honum. Sá sagt að Hánefur ferð til fundar við Vémund og bauð honum Þórkötlu dóttur hans til fósturs og ætlaði hann sér þar mjög til trausts við aðra menn. Vémundur var engi jafnaðarmaður kallaður og vænti Hánefur af slíku að hans hlut myndi eigi fyrir borð borin verða, þó að honum bæri eigi ávallt gott mál til handa. Það að segja að Vémundur þá barnfóstrið fer Hánefur nú heim og þykir sín för algóð orðin. Nú verður Áskel var við þetta og þótti það kynlegt að Vémundur vildi þykja það barnfóstr að svá skilligum manni sem hann kvaðst hyggja að Hánefur væri, lét það líklegt þykja að hann myndi af honum nökkurt illt hljóta. Vémundur hvað þetta eigi svo vera sem hann talði, lét Hánefur vera vingóðan mann og hvað hann hafa sér marga góða gripi gefna og kallaði sér líka vel við hann og hvað hann vera góðan dreng. Áskel hvað eigi myndu langt líða áður hann myndi vita hversu góður drengur hann en hann þykist nú hafa fengið sér örugt traust og nú hætta þeir umræðunni. Þorleifur hét maður, hann var kallaður Melrakki, hann kom til Hánefs og skoraði á hann til vistar, þá hafði húskarl Hánefs í brott hlaupið litlu áður og tekur Hánefur við Þorleifi. Það var siðvani Hánefs að hann lét hvern dag ganga í haga til sauða sinna og lét telja. Maður hét Hrafn, hann bjó all Lundarbrekku í Bárðardal, hann var góður bóndi, sá sagt að Hrafni hurfu geldingar 16 og spurði ekki til og þóttust menn eigi vita hvað af var orðið. Það að segja að Þorleifur Melrakki varð við að Hánefur hvarf marg oft úr hvílu sinni nætur og þar kom að hann forvitnaðist hverju gegna mundi. Fer hann út og leitar hans og í einni brekku fellur hann og hann stóð upp blóð á hendi honum. Og nú hyggur hann að hvar hann væri skeindur hann sá að hann var blóðugur og varð hann ekki þess var og nú grunar hann hverju gegna myndi. Þar váru hrísrunnar nökkurir sem hann var og þar hittir hann jarðhúsmunna. Þar var þann veg búið að þar var borin fyrir hrísflekk og stungið í gegnum hríslum og var sá að sjá að eigi var allt að gengið sem þar heilir runnar stóðu. Nú fer hann í jarðhúsið og þreifast þar fyrir. Hann hittir þar gærur og sauðarhöfuð grábíldótt, fann hann þar eitt og var það mjög auðkennt. Þar tekur hann á brott og byrgir aftur eftir sér þann veg sem áður var. Síðan kendi hann reykjarþef og því næst sá hann eld og var ketil yfir eldinum og þar var maður hjá og kennir hann Hánef, húsbónda sinn, gengur nú fram að eldinum og lætur illa að Hánef, en hann að slíku nætur. Hánefur hvað húsfreyju rekju illa, en sagði sér ant daga, svá að hann mátti þá eigi að vera og nú býður hann Þorleifi til elds. En hann kvaðst eigi það vilja og sagði að hann myndi eigi lengur með Hánef vera og hvað sér vera illan grun á hans máli og þar skilja þeir. Fer hann nú þar til hann kemur til Hrafns og varðveitti áður höfuðið þar sem hann fór með. Vel fagnar Hrafn honum og spurði hví hann væri frá Hánef. Þorleifur taldi hvárn tveggja þeirra geðlausan og því hefði hann í brott farið.
Nú varð Hrafni rætt Sauðahvarfið og varð þann veg í orðum Þorleifs að honum þótti menn engan gaum að gefa slíkum hlutum, ekki skal eftir leita því líkum hvörfum svá eru stödd. Hrafn spurði ef hann vissi nökkurt til hvert eftir myndi vera að leita, ekki vildi hann þó segja Hrafni greinilega til áður en Hrafn gaf honum 100 silfurs. Og nú sýnir Þorleifur honum höfuðið og markið og kendist Hrafn það. Fara þeir nú til jarðhússins og fundu þar ekki, þeir þóttust vita að Tánef myndi hafa grunað að Þorleifur myndi var við orðið hafa og hafði nú á brott borið. Þeir Hrafn hitta nú Tánef og bera þetta á brýn honum að hann mun vera nökkurs af valdur sauðatökuna, en hann duldi alls það. Þorleifur segir Tánef þann grun hann þóttist af hafa og eigi dylur Tánefur að síður. Hrafn bauð það að hafa jafnmarga sauði aftur sem Tánefur hafði tekið frá honum, eigi vildi Tánefur það og nú skiljast þeir. Fara þeir Hrafn heim og þykist hann nú víst vita að Tánefur hefur stolið frá honum geldingunum. Það nú að segja að Tánefur fer til fundar við Vémund vin sinn og segir honum ilmæli það sem haft var að honum. Vémundur spyr ef hann væri nökkur af valdur þetta mál, en Tánefur hvað því fjarri fara og biður nú Vémund styðja sitt mál, hann hvað sá vera skyldu. 5. kapítuli. Maður hét Steingrímur Örnólfsson Þórðarsonar slítanda, hann var mikil maður fyrir sér og góður bóndi, hann var kvangaður maður og hét Ástríður kona hans. Þorbjörn hét maður bjó á þeim bæ í Árskógi heitir, það á Galmaströnd. Þorbjörn hefur átta tvá sonu við þessa sögu koma að nökkuru, hét annar Steinn en annar Helgi, þeir váru efnilegir menn og mun sagt verða frá þeim síðar í sögunni. Dóttir Þorbjarnar nefnd Ástríður, þá konu átti Steingrímur Örnólfsson fyrr var nefndur. Steingrímur bjó að Kroppi í Eyjafirði, sá sagt að Steingrímur var frændi Hrafns bjó að Lundarbrekku í Bárðardal. Nú það fyrst að segja að Hrafn sendi Þorleif Melraka til Steingríms frænda síns í Eyjafjörð og vildi ekki hætta honum þar með sér og hvað hann vera góðs verðan frá sér, sá sem honum hafði drengilega farið í málum Tánefs. Hvaðst það vilja að hann hlyti þar ekki illt af, segir að hann mun koma vetrinn að finna hann. Þorleifur kemur nú að fund Steingríms og tekur hann vel við honum að orðsetningu Hrafns og hann nú með honum vetrinn. Finnast þeir frændur og var það í ráðagerðum þeirra að Hrafn skyldi selja jarðir sína norður og fara síðan vestur í nánd Steingrími og stefna Tánef sauðatökuna, en Steingrímur kvaðst vilja taka við málinu síðan. Nú fer Hrafn sá með sem honum var ráð til gefið að hann stefndi Tánef árið og síðan fór Hrafn í brottfaðan úr sveit með allt sitt í Eyjafjörð. En frá því nökkurt að segja hvern veg Tánef brá við stefnuna, að hann fekk sér hest og reið þegar á fund Vémundar og segir honum hvar nú komið málinu og nú lætur hann á sannast fyrir Vémundi að hann var valdur sauðatökunar og biður hann nú ásjá. Vémundi þótti illa að Tánefur hafði dulið hann tökunar og sagði að allt þótti honum nú óhægra hlut í að eiga að hann hafði eigi áður vitað. En þó sá sagt að Vémundur tekur handsölum á öllu fé hans en hafði heim dóttur sína. Nú verður Ásgeir brátt var við þetta og býður hann Tánef til sín og þótti hann vera þræls efni, segir nú sem fyrr að illt mun af honum hljótast, hvað eigi ólíkt því farið hafa sem hann gat til fyrir öndverðu. Þá þeir Vémundur töluðust við og hann þá bannfóst að honum. Steingrímur fer nú með málið til Alþingis og lauk því sá að Tánefur varð sekur sauðatökuna. Hrói hét maður, hann bjó norður í Öxarfirði á þeim bæ heitir í Klífshaga. Hann var mikil bóndi fyrir sér, sá sagt að Steingrímur gaf Hróa 100 silfurs til þess að drepa Tánef,
ef Vémundur sendi hann í Raufarhöfn til skips því að hann vil þar koma honum utan á sléttunni. En Steingrímur kvaðst mundu varða að gásum að eigi kæmist hann þar utan, og þetta vil hrói, fara menn nú heim af þinginu. Vémundur fer sandleið heim á Öndóttsstaði til búsins í Reykjadal og hann kom í Hraunsás hjá Mývatni. Þar bjó kona sú Þorgerður hét, og hann átti son Þorkel hét, hann var ungur maður og fræknlegur. Vémundur biður að sonur hennar fari með honum norður á sléttu til skips, kvaðst gott þykja að slíkir menn færi með honum sem Þorkel var, svá eru vænlegir. Hún leifir og þykir almikið fyrir, en þó fer hann með Vémundi. Nú fer Vémundur að finna Áskel frænda sinn og ræðst útanferðina Hánefs við hann. En Áskel latti útanferðina, bauð honum að taka við Hánef og sjá það ráð fyrir honum sem honum líkaði, sagði honum þann grun sem hann þóttist vita á með þeim Steingrími og Hróa í Klifsaga, en hvað enga ván að hann myndi á brott komast í Eyjafirði, sá að Steingrímur yrði eigi var við. Vémundur kvaðst það eina vilja að koma honum á brott. Engan hlut vil ég í því eiga, hvað Áskel, og far þú með sem þér líkar, en mikill illt mun af Hánefi hljótast. Vémundur sendi orð Háls bróður sínum að hann komi á hans fund. Þá kom honum það í huga að eigi var ráðið hversu menn vikist við hans orðsending, og hví gerir hann það ráð heldur að sendimaðurinn beri til orð Áskels þeim mönnum sem hann vildi til nefna. Hann sendi annan mann til Þóris Geitleiks, bjó í Laxárdal á þeim bæ í Holti heitir. Þórir bjóst til Sels, þá sendimaðurinn kom. Þórir neytti ferðinni áður en orð Áskels komu til, en þá var hann þegar búinn. Ljót að Þverá í Laxárdal hitti hann, þá var skálasmíð sem óðust, og inn þriðja Þóródd harðjaxl á Mánahjalla. Hann var enn í Selför. Þessir köstuðu þegar niður verki sínu Áskels orð komu til en eigi fyrr. Þessir menn fara nú með Vémundi, þar og Hánefur í för með þeim. Þeir váru 18 saman og fara nú síðan þann veg sem leiðir lágu, taka gistingarstað í Reykjahverfi með þeim manni Geirreykur hét. Taka gistingarstað í Reykjahverfi með þeim manni Geirreykur hét, hann var vinur Vémundar. Hann bauð að hafa Hánef þar á laun, þar til skip kæmi að náðulega, sá að honum mætti utan koma og kvaðst það þykja ráðlegra en sjá meðferð Vémundur ætlaði að hafa, og sagði að Hrói í Klifsaga hafði fé til tekið að drepa Hánef af Steingrími, ef honum gæfi færi á, ef þangað fars leitað sem þú ætlar nú til. Og því einu hefur hann þar játað að hann mun það gjarna halda vilja, ef hann má því á koma. Hitt líkara, segir Vémundur, að hann gefi að þessu engan gaum, og munum við fara þann veg við höfum áður ætlað. Þú munt ráða, segir Geirreykur, og annan veg mun reynast en Hrói láti hjá sér líða það sem hann heitbundinn í við vini sína. Þegar Vémundur kögur fara nú í Öxarfjörð og yfir Jökulsá að ferju hjá Akurhöfða, sá maður hét Þórður þar bjó, og þar hafa þeir dagverð að Þórðar. Sá sagt að Þórður átti þræl fyrr var nefndur, hann hafðist það að daginn þeir Vémundur komu að hann ók heim viði, og þegar þrælinn varð við hverir komnir þá veltir hann af hlassinu. Síðan tekur hann á rás mikla og rennir þar til hann hittir Hróa í Klifsaga meðan þeir Vémundur mötuðust, og nú segir hann Hróa að Vémundur var kominn í Akurhöfða við 18. mann, og það að þar var Hánefur í för, og kvaðst þrælinn nú vilja launa bróka vaðmálið hann hafði gefið honum. Hrói sendir þrælinn að vita hverja leið þeir færi, fremra eða efra hálsa. Þórður í Akurhöfða bauð Vémundi að sitja þar og sagði það nú þrælinn að hann kvaðst að hann hafði í brott hlaupið, þá þeir höfðu komið,
og kvaðst ætla að hann myndi hafa farið til Hróa og gert hann varan við kvámu þeirra. Vémundur vil fara sem hann hafði yfir ætlað og hvað Hróa ekki mundu þykja undir umferð þeirra. Það nú að segja að Hrói safnar liði og hefur 30 manna. Áður en hann fór heiman vildi fóstra hans nú þreifa hann og þóttist hon þá gerst vita hvern veg honum mun farast. Hon finnur á fæti honum en annars staðar þótti henni vel fara. Sjötti kapítuli. Nú fer Hrói með föruneyti sínu 30 manna og sátu fyrir þeim Vémundi í einstíginökkuru. Höfðu þeir eigi lengi þar verið áður en Vémundur kom með flokk sinn að einstíginu. Og nú hlaupa þeir Hrói upp fyrir þeim og biður hann Vémund nú að hann fái hánef í hendur þeim og fari aldrei ekki með slíkt ilmenni. Heldur láttu mig sjá fyrir honum, segir hann, það er mér líkar. Nei, segir Vémundur, eigi mynda ég það vilja, Hrói, að þú kæmist þegar svá auðveldlega að hundraðinu því sem þú tókt af Steingrími til höfuðs hánef, en ég selja hann nú þegar fram þér í hendur. Verðið þér að sækja eftir betr ef þér viljið, segir hann. Nú slær þar í bardaga með þeim og skýtur Vémundur þegar spjóti til Hróa í rist honum, en Hrói sendi þegar aftur spjótið til Þorkels og í gegnum hann, en hann var sonur Þorgerðar í Hraunsási, Þóroddur harðjaxl, vá Helga bróður Hróa. Það nú sagt að þeir vildu aftur hverfa Þóroddur og hánef, en Vémundur vil það eigi. Og nú kemur þar Áskel við 30 manna og vil sætta þá. Svo sagt að hann fór þegar hann spurði atferðina Vémundar, og þótti þess eins ván vera að eigi kæmi þeir skemmdarlaust fram ferðinni fyrir Hróa, og kallar nú mikið á orðið og hvað þá betra að sættast en síðar. Nú kemur þar til fundarins sá maður Þórhallur hét, hann bjó í Hárafellstungu, góður og skilríkur maður. Hann var með 30 manna, hann gerir þeim nú 2 kosti, bað þá gera annað hvort að kjósa hvorn þeir vildi að þeir hætti að berjast eða hann mun ráðast til bardagans með þeim og fer þá sem auðits verður, segir hann. Nú láta þeir af að berjast, sá sagt að fallnir váru af liði Hróa, Helgi bróðir hans og þrælinn, en af Vémundi Þóroddur harðjaxl og Þorkel fyrir var getið. Hánefur var og fallinn, þótti það fámönnum skaði þó að hann væri drepinn. Nú þegar slegið í sætt málinu með því móti að Áskels skal gera þeirra í millum. Sú var gerð Áskels að vígin skulu ástandast, Þorkels og Helga bróður Hróa, hánefs og þrælsins, en Þóródd skal bæta 100 silfs. Land var goldið í Reykjahverfi og váru það ráð Áskels. Þeir nú sáttir eftir þetta og fara nú hvárur tveggju til sinna heimkina. Nú segir Áskell, því nær hafa farið sem hann gat til og þótti þessi för betr ófarin. Vémundur hvað hvern sínum forlögum fylgja verða, sagði nú hvára tveggju mega vel við una sinn hlut og segir að þá mun hver deyja feigur Sjöundi kapítuli. Þá gerði vetr mikinn þar eftir inn næsta og eigu þeir fund Reykdælir að Þverá að Ljóts Hógóða og það sýndist mönnum ráð á samkvæmunni að heita til veðurbata. En það urðu menn varla ásáttir hverju heita skildi. Vil ljótur því láta heita að gefa til hofs en bera út börn og drepa gamalmenni. Vil ljótur því láta heita að gefa til hofs en bera út börn og drepa gamalmenni, en áskallið þótti það ómælilegt
og hvað engan hlut batna mundu við það heit, sagðist sjá þá hluti að honum þótti líkara að batna myndi ef heitið væri. Og nú spyrja menn hvað það væri, en hann sagði að ráðlegra var að gera skaparanum tign í því að duga gömlum mönnum og leggja þar fé til og fæða upp börnin og svá lauk nú þessu máli að Ásgeir réð, þó að margir menn mælti í móti í fyrstu og öllum þeim réttsýnir váru, þótti þetta vera vel mælt. Einhverju sinni kom Vémundur að máli við Ásgeir og bað hann ljá sér ferju að fara út til Flateyjar eftir veiðiskap. Kvaðst hann bæði mundu flytja að Áskalli og sér, hann sagðist ljá ferjuna þegar hann vildi. Ásgeir átti þar mikil föng í eynni og hafði þann mann settan til að geyma Kálfs hét. Eigi var hann sagður mikilmenni, nú fer Vémundur þar til hann hittir Kálf og biður hann greiða sér föng þau Ásgeir átti í hans varðveislu. Og kvaðst nú eftir sendur Kálf svaraði honum að hann kvaðst selt hafa föngin þeim úr Árskógi, Þorbirni og sonum hans og sagði nú Stein nýfarinn á brott og að hann hafði kú við tekið af þeim. Já, sagði Vémundur, þá varð ég heldur til sein, en það væri maklegast að ég dræpa þjóf þinn og mættir þú þann veg eigi svíkja fleiri góða menn sem Ásgeir og muntu vera hinn versti maður. Kálf svaraði að hann ætti ekki refsing á þessu. Lát mig fara á fund Ásgeirs og vil ég gjarna að hann geri minn hlut þann sem hann vil. Nú fara þeir Kálf á fund Ásgeirs og segir Vémundur honum það sem var. En Ásgeir sagði að ekki skulu þeir þetta deila þurfa ef verðið gildist. Vil ég nú, segir Ásgeir, gefa þér Kálf kúna og biður hann nú afla sér heia sumarið og sækja sér aðra kú heim til sín, kveðst þá vilja gefa honum og kendi sér völd það harðrétti hann hafði þolað af Vémundi og virði það til várkunar við Kálf og jafnan sýndi Ásgeir það að hann varð fámönnum líkur sakar réttdæmis hann hafði manna í millum og drengskapar við hvern mann. 8. kapítuli. En að vári bað Vémundur Ásgeir ferju sinnar til Grímseyjar á reka þeirra Ásgeirs. Sá maður nefndur Máni geymdi rekan Ásgeir átti þar. Og nú segir Ásgeir Vémundi að hann hafði mælt við Mána á Várþingi að hann skyldi selja rekan ef hann gæti. En ef nú væri eigi selt, þá skyldi Vémundur með fara. Vémundur kom nú til Grímseyjar og dró upp skip í varar Ásgeirs, en þar lá skip fyrir og tekur Vémundur það ráð að hann hratt út skipinu og lét fljóta Íla, gengur síðan til Mána og spyr eftir fanginu. En Máni kvaðst selt hafa sem Ásgeir skipaði áður. Vémundur segir að hann var nú eftir sendur fanginu og kveður Mána illa hafa með farið og vil hann þá enn eigi fara erendislaust, tekur síðan hval fram á ferjuna þeir áttu feðgarnir úr Árskógi og í því bili kom þar Stein í eina og mæltust þeir við nokkur orð og vil Stein eigi róa eftir honum. Skiljast þeir nú að sinni. Nú kemur Vémundur kögur á fund Ásgeirs og segir honum hversu farið hafði og bauð honum af fanginu slíkt hann vildi. Lét Ásgeir illa yfir ferðinni og kvaðst engan hlut vilja hafa af því Vémundur stæli, en sagði Mána svá hafa með farið sem hann hafði skipað honum og sagði að Vémundur vildi það oft ónýta sem hann lagði til með honum, þótt honum gengdi hvergi verð það að hafa, og nú segir Vémundur að eigi skal hann utan hafa flutt farminn til þess að engin njóti lætur flytja í bú sitt, segir
að nýta skal hann fangið þó að Áskel vilji eigi hafa. Nú kemur Stein að hitta Steingrím másinn og segir honum þau óskil þeim feðgum váru ger af Vémundi hvaldtökuna. Steingrímur kveður þá skulu gera eftir dæmum Áskels og segir að þá skal ekki áskilja hvalfjósir nokkurar og bað þá láta vera kyrrt. 9. kapítuli. Það nú að segja að skip kom í Eyjafjörð eitthvert sinn við Knarrareyri sem oft kann við að bera, þó að helst sé hér nökkurt frá sagt að sinni. Það skip var við hlaðið að miklum hluta og annað skip kemur að gásum mjög í það mund sem mitt fyrra. Herjólfur frá Mývatni og Vémundur bróðir hans koma til kaupa. Herjólfur átti skála á Velli og vildi kaupa til góðan við og bauð nú Vémundi að vera fyrir sína hönd. Hann fór nú og falaði viðinn að Austmanni fyrir Herjólf og þar var með Körviður hann vildi kaupa og var hártveggi góður viðurinn. Og nú segir Austmaðurinn að Steingrímur frá Kroppi hefði áður varðat viðinn fyrir 300 einlit en hafði goldið áður fyrir Körviðinn sér í lagi 6 aura. Vémundur hélt enn fram málinu og bauð hann hálft verðið mórent fyrir viðinn en allt mórent fyrir Körviðinn, sagði honum eigi verra við sig að kaupa en við Steingrím sem hefði þó verðið meira fyrir. Austmaðurinn kveðst mundu hafa selt honum ef hann hefði fyrir komið með þvílíku verði sem Steingrími, en segist nú ekki mundu taka litla mútu til að bregða þessu kaupi sínu, þar sem hann hafði orðið áður ásáttur við annan mann. Nú sér Vémundur að hann fær ekki að gert að svá búnu, en þó vildi hann fyrir hvern mun fá viðinn keyptan. Og nú kaupir hann að einum manni og gefur honum til eyri silfs að hann segði í hávaða þar við skipið að Steingrímur hafði keypt við að gásum og hann myndi nú ekki þessa viðar þurfa hann hafði að þar áður varðat fyrir sína hönd. Og þegar sjá saga kemst við veðri þar að skipinu keypti Vémundur þegar viðinn, þannig hann hafði áður falað. Og nú segir Herjólfur honum til að hann vil eigi hafa þennan við, keyptur var í brygð við annan mann og kveðst munu ná enn þeim viði menn hefði eigi áður keyptan. Vémundur segir að honum líkar það vel þótt hann vilji eigi hafa viðinn, hvað ósýnt að betra myndi hann viðtaka eða betra kaup á fá en sjá var keyptur með þvílíku verði. Herjólfur kvaðst betra þykja þótt hann fengi harðari kostu á viðinn og væri ekki tvímæli á síðan hvort hann ætti eða aðra menn. Vémundur kvað því margan lítilmenni vera að sér léti allt í augum vaxa þótt smátt komi til. Vémundur geldur nú þegar fyrir viðinn og lætur heim flytja. Sá sagt að nú þrýt hrossin fyrir þeim og Körviðurinn eftir í Hnjóskadal á vetrarliðastöðum við Þingvað, en annar komst heim. Nú verður Steingrímur þess brátt var hvern veg farið hefur viðinn og segir að hann mun ekki kunna Austmann þetta og þótti honum hafa vel farið og eigi vil hann hafa verðið hann hafði reitt fyrir Körviðinn. Kvaðst annað hvort skildu missa hártveggja eða hafa allan viðinn þann hann hafði keyptan. Svá sagt að Steingrímur sendi Þorleif Melrakka og Hrafn verkstjóra sinn að vitja viðarins hvort Vémundur hefði látið heimdraga viðinn og nú ekki fyrr að segja frá þessi ferð en þeir koma til Þingvaðs og finna þar þræla Vémundar. Sá sagður fundur þeirra að þeir Þorleifur drap þræla Vémundar en taka á brott Körviðinn og hafa heim með sér og segja Steingrími hvað þeir höfðu að gert. En hann lét vel yfir þessi ferð og hvað þá ekki skulu síns í verða þetta mál.
En hann lét vel yfir þessi ferð og hvað þá ekki skulu síns í verða þetta mál. Nú það að segja þessu næst að Vémundur þykir mjög seinkast heimkvam á þrælana og fer nú síðan að leita þeirra og finnur þá við þingu að drepna og hulða með viðum. Og nú sér hann að á brottu körviðurinn, nú bregður honum mjög í brún, fer nú þegar að finna Áskel, kvaðst ekki una við svo búið, að eigi kæmi hér nökkurt fyrir og sagði honum nú það sem á var orðið. Áskel sagði að varla sýndist honum þann veg hvað ekki meira að orðið en honum þótti ván að sá illa sem Vémundur hafði þetta mál upptekið fyrir öndverðu fyrir viðakaupin. Vémundur bað nú Áskel eiga hér nokkurn hlut í, sá að þetta mál mætti til skila ganga, sá að eigi hlýtist verra af en nú orðið. 10. hluti. Það var sagt að af Möðruvöllum bjó Eyjólfur Valgerðarson, sendir Áskel honum orð að hann komi til móts við hann að tjörnum í Ljósavatnsskarði og vildi að þeir semdi þetta mál milli þeirra Steingríms og Vémundar og þótti sem minna myndi af verða ef þeir hittast sjálfir hvártveiki var kappsmaður mikil en miðlungi góðgjarn og sýndist það sáttvænlegra að þeir Eyjólfur semdi þeirra í milli. Hann sendi og þau orð að Eyjólfur forvitnaðist af Steingrími hvort hann myndi vilja una við svo búið og að Eyjólfur skipaði málum fyrir hans hönd sem honum líkaði. En Áskel taki málum fyrir Vémund en Steingrímur hvað þá alveg komið sínu máli að Eyjólfur sæi fyrir og setti niður sem honum líkaði. Og nú finnast þeir að ákveðinni stundu Áskel og Eyjólfur og ræða mál með sér og var sú gerð þeirra að jöfn skal vera körviðartakan en hvár hafði tekið frá öðrum og þræladrápið heimamenn Steingríms höfðu drepið við Þingvað en sá sagt frá orðum Vémundar þá hann vissi gerðina að hann kvaðst eigi mundu rjúfa gerð þeirra en sagði það þó með að hann þóttist ekki hafa fyrir þrælana sjálfa. Nú býður Áskel honum af sér að þiggja hvort hann vil fé fyrir þræla sína eða þrælana aftur. En Vémundur kvaðst hvorki að honum þiggja vilja fé né mannsalsmenn og kvaðst heldur við svo búið una mundu sem honum var ætlað. 11. hluti. Það nú að segja að Háls kemur á fund Áskels frænda síns að hann vildi láta biðja konu til handa sér. Áskel spyr hvar hans hugur leikur á þetta mál. Háls svarar að hann vil fá þeirra konu Helga heitir og var Granadóttir bjó á Granastöðum í Eyjafjarðardölum og biður Áskel vera fulltingismann þessa máls fyrir sína hönd. Áskel fer með Hálsi og vekur bónarrétt við Grana og bað hann gera sinn vilja þetta mál og gefa Hálsi konuna. Grani svaraði að Áskel skyldi ráða þeim nökkura staðfestu og vera þeim jafnan ásjáandi, þess þurfa mundu fyrir sakar ofstöpa Háls og hlut deilni. Og nú takast þessi ráð og réð Áskel undir þau helgastaði, tókust nú ástir með þeim og váru þau þó eigi samlík í lundarfari. Nú það fyrst að segja að Hrafn á Hóli í Kræklingahlíð skyldi fá dóttur þess manns Atli hét. Hann bjó á Grund í Bárðardal og nú býður Hrafn að Steingrímur fari með honum í brúðferðina og sá gerði hann fara nú til þess þeir koma til Atla. Sá maður nefndur til sögunar Örnólfur hét, hann var kallaður Rella, hann bjó á þeim bæ heitir á Jarlsstöðum. Örnólfur var maður auðugur að gripum og lausafé, það sagt að hann var að brúðlaupinu
Atli gifti dóttur sína að Steingrímur að falaði yxn tvö rauð að Örnólfi 6 vetra gömul. Það voru góðir gripir, hann mat yxnin fyrir 500 en Steingrímur bauð við stóðhross og varð kaup þeirra að Steingrímur skyldi gefa til hálfa mörk silfurs að hann næði kaupinu. Eigi vildi Steingrímur á brott hafa yxnin fyrr en Örnólfur sæi hrossin. Steingrímur sendi nú húskarla sína tvá að færa Örnólfi hrossin og hafa þeir nú með sér á brott yxnin og ætluðu heim með að fara til Steingríms. Þeir koma til Lauga í Ljósavatnsskarði kveldið og setja inn yxnin. Eru þeir þar nóttina. En þá var haustboð undir felli að Vémundar og komu þangað göngukonur tvær og sögðu Vémundi yxna kaupið. Nú kemur Vémundur að máli við háls og bað hann halda þar nú háttum að boðinu, en hann kvaðst eigi heimanferð fyrir hendi. Hann fór nú með 4. mann á Jarlstaði til Örnólfs og kvaðst vilja kaupa yxnin til þess að gefa áskalli, kvaðst engi yxn eiga þau áður að honum þætti honum gefandi. Nú segir Örnólfur kaup þeirra Steingríms og það með að þeir hefði þegar á brott farið með yxnin. Þá brást við gríðkona ein og kvaðst hafa séð yxnin á stöðli daginn og hvað það engu gegna hann sagði. Örnólfur hvað það verið hafa hvítu 5 vetra gömlu og hélt einveg sögu sinni sem áður, þótti einskis örvant frá Vémundi ef hann vissi eigi eitt sanna en hugði að hann myndi heimsnúa þaðan og vildi hann það eina láta af sér hljótast mál þeirra að honum mætti ekki kenna. Vémundur fer nú að leita yxnanna og grunaði sögu hans. Þeir koma nú til Tjarna og svá til Lauga og var nær sem þeim væri vísað til yxnanna, taka í brott og hafa heim með sér undir fell morguninn. Vémundur vildi gefa áskalli yxnin hann spyr hversu hann hafði fengið. Hann sagði sem farið hafði Áskel vil fyrir engan mun þykja þegar hann vissi hversu farið hafði. Nú tekur Vémundur til sín yxnin og lætur ala til jóla og skal svart vaka yfir nætur. Áskel lét illa yfir og hvað Vémund mundu eigi fyrr af láta óspekðinni en nokkuð illt hlytist af honum og hvað það líkara að Steingrímur myndi eigi vilja hafa svá búið, þvílíka svívirðing sem þú hefur nú gert honum. Vémundur kvaðst eigi síður eiga að sjá til síns hlutar við Steingrím og kvaðst gjarna vilja að hann fyndi það nokkuð sinn. Áskel bað Vémund að hann skilaði aftur yxnunum en hann hvað því mundu fjarri fara að hann vildi hafa sóta þá til einskis annars en senda þá nú aftur þegar og hvað Steingrími svámunu þykja sem hann myndi nú eigi þora að halda þeim og kvaðst ekki það gera. Nú skiljast þeir Áskel og Vémundur og þykir sinn veg hvárum þeirra. Nú koma þeir heim húskarlarnir þeir Steingrímur hafði sent eftir yxnunum og segja honum til sá búins hvað af þeim var orðið en hann lét þegar leita eftir. Fekk hann til ferðarinnar Þorleif Melrakka en hann kaus Hraft verkstjóra að fara með sér. Nú fara þeir til þess þeir koma til Vémundar og ganga til fjós. Þorleifur spurði Hraft hvort hann vildi heldur taka oxana eða varðveita þann mannin vakir. En Hraft kaus að sjá fyrir manninum. Nú ráðast þeir inn í fjósitt og leiðir Þorleifur út oxana. En Hraft gengur fyrst þar til svart var og varðveitir hann á þá leið að hann rak öxi í höfuð honum og veitti honum þegar banasár. Og kveðst það ætla að hann myndi eigi segja Vémundi frá ferð þeirra. Nú ráðast þeir á veginn og fara óþyrmilega með oxana yfir heiðina heitir Fljótsheiður. Fljótsheiður kom þeim það eina í hug að Vémundur myndi eftir þeim fara og vilja því fyrrast hann sem þeir meigu og lýsa tekur nökkut en oxarnir þreyttust víkja þeir af götunni og leita sér hælis undir bökkum, þar síst mátti sjá þá.
Nú frá því að segja að einhver griðkona fór í fjós að Vémundar og vildi vekja Svart og hvað hann eigi vera trúlindan, en hann vagði svá ódyglega. En hann vaknar eigi við kall hennar, nú þreifar hún á honum og verður vör við að hann drepinn, hleypur inn með ópi miklu og segir Vémundi að Svart var dauður og þóttist Vémundur þegar vita hverju gegna myndi, býst nú þegar til ferðar við 12 mann og ætlar að leita þeirra verkið hafa unnið. Hann sendir þegar eftir Konali á Einarstaði að hann komi til liðs við hann. Konál fór og við 12 mann og þeir finnast fagnar Vémundur honum vel og skipta þeir liði og riðu þeir Konál götur til Ljósavatnsskarðs yfir fljótið, en Vémundur leitar á Fljótsheiði þeir hefðu eigi komist yfir fljótið. Hann hafði sporhunda Konál hafði átt og nú finna hundarnir oxana. Þá spruttu þeir Þorleifur upp og út á fljótið og höfðu allt á kafi. Þeir Vémundur hleyptu nú eftir þeim þeir Þorleifur fóru á hólnökkurinn. Þá komu þeir Vémundur þar og sækja að þeim. Vémundur skaut spjóti á hólinn og kom á Þorleif miðjan og flaug í gegnum hann. Hraft þrífur spjótið og sendir ofan aftur að þeim og steyptist þá dauður að baki fyrir varð. Hraft hljóp á bak hesti sínum og hleypur sem mest má hann, þar til hann kom heim og segir Steingrími sína ferð sem orðið var. En þeir hverfa aftur með oxana og hjó Vémundur höfuð af hvárutveggja nautinu og sagði að Steingrímur skal aldrei þeirra njóta þaðan af. Og nú fer Vémundur á fund Ásgils og segir honum hvað í milli þeirra Steingríms hafði þá borið. Áskalli þótti farið hafa sem honum kom í hug og ván var að og býðst enn til að sætta þá, hann skal ráða fyrir hönd Vémundar. Nú játar Vémundur hans ummælum. Þá sendi Ásgil orð Eyjólfi Valgerðarsyni að taka málum fyrir hönd Steingríms og koma til móts við hann að Laugum í Ljósavatnsskarði, og þar finnast þeir eftir því sem Ásgil beittist, og nú tóku þeir til að tala málin, og var sú sættargerð þeirra að vígin standist Þorleifs Melrakka og þess manns hraft vá með því spjóti Þorleifur hafði bana af fengið, en fyrir oxana 600 og virt til vöru, en Svart skal koma fyrir það teknir váru oxarnir frá Steingrími í fyrstunni, og skaprun þá Vémundur gerði honum. Og nú segir Vémundur að hann þykist enn aldrei bætur hafa haft fyrir þrælana. Þá drepnir váru við Þingvað, en Ásgeir bað hann láta það eigi ofar komast og sagði að hann mátti þó vel við una. Menn vildu honum jafnan sátt að unna, hver endami hann tók til bragðs, og hvað hann eigi vera meðal óspeklarmann, og nú sáttir enn sinn. 12. hluti. Svá sagt að eitthvert sumar skildi Steingrímur etja hesti sínum á ljósvetningarleið við Hnjóskdælskan mannökkurinn. Þar koma þeir Reykdælir, Ásgil og Vémundur og Hjörleifar synir. Þeir Vémundur og Háls komu til þeirra manna að soðningváru og beitti Vémundur þá að þeir myndi gefa honum hrútshöfuð hvítt var hjá þeim. Þeir spyrja hvað honum skal það, en kváðust þó eigi mundu spara við hann honum þætti mál varða að hann næði því. Hann hvað þeim vel fara, og nú svíður hann lítt höfuðið og varðveitir síðan sem honum sýndist. Þeir fara nú á brottþaðan, finna þann mann Þorgeir nefndur og kallaður Smjörhringur. Frá honum það sagt að engi fæða væri jafn góð sem smjör og brauð. Hann var kallaður lítil skilamaður. Og nú segir Vémundur til Þorgeirs, það vel að hefi þig fundið, og kallar hann frænda sinn, vil gjarna gefa þér mat meðan við hér. Og hvað maklegast vera að hann rækist ekki þar að annara.
En Þorgeir tekur því vel og hvað Vémund mundi góðan dreng vera. Það sagt að Ásgeir varð var við þetta og kvaðst eigi vita ván í að Þorgeir væri þeim nökkurt skyldur og kallar það óvitsamlegt að gefa slíkum óvendismanni mat sinn sem Þorgeir var. Kvaðst eigi vita hvað undir slíku bjó, en Vémundur gaf engan gaum að orðum hans og situr nú á tali við Þorgeir, sá sem hann væri dugandis maður. Og það varð á ráðum þeirra að Vémundur gerði honum kaupkost. Þorgeir spurði hver sá væri, hvaðst gjarna vilja við hann kaupa. Vémundur kögur svarar að hann mun fá honum veturvist, ef Þorgeir vil það vinna til að ljósta Steingrími daginn með sauðarhöfðinu fyrir augum öllum mönnum. Þorgeir bað hann gefa ráðið til, en hvað sér eigi mundu áræðið bila. Vémundur hvað svo vera skyldu, og nú segir hann Þorgeiri að það skal etja hestum daginn og Steingrímur á hesti að etja. Skal ek nú ráð til leggja með þér að þú drægir sauðarhöfðið þitt, það ek fæð þér á stöng þína og gangir mjög að hestavígunum sem þú ert vanur. En hvað Steingrím fylgja hesti sínum og vera í hvítri skyrtu og hafa hlaðbúna húfu á höfði og hvað hann vera skrautmenni í mesta. Og þá bað hann Þorgeir láta ríða stöng sína að höfði Steingrími, sá að sauðarhöfðið kæmi á háls honum sem hraðast. Ég mun vera nær að duga þér, segir Vermundur. Þorgeir svarar, vitr maður ertu og þetta ráð af mikilli fyrirhyggju sett, og nú þetta kaup ráðið með þeim. Það sagt að Ásgeir mælti við Vémund áður en hestarnir váru framleiddir að hann sæti hjá kyrr daginn og ætti engan hlut í hestakeyrslunar, og þótti það þá líkara ef hann sæti hjá og skipti sér ekki af. Vémundur segir, oft þykir þér ekki ráðþægur þá hluti, þú vil mér kenna, þótt mér væri það betra að hafa, og nú finn ég hversu vitrulegt það og nú vil ég sá gera sem ég ætta jafnan að taka með þökkum þín heilræði. Hvað allt svo vera skyldu sem hann vildi, ekki vissi Ásgeir kaup þeirra Vémundar og Þorgeirs. Og nú leiða menn saman hestana og fór það eftir því sem Vémundur gat til að Steingrímur keyrði hestinn sjálfur og vígið gott. Hleyp nú Þorgeir þar hjá og málóði mjög, menn gefa að því engan gaum og þykir ekki nýtt það. Og í einhverju hvíld þá menn verði minnst lýst Þorgeir Steingrím mikið högg með sauðarhöfðinu á hálsinn og kallar nú á Vémund að hann skyldi duga honum. En Steingrímur hleyp þegar eftir honum og þeir mágar hans, Stein og Helgi, og vá Steingrímur Þorgeir, fekk honum nú veturvistina og tók nú starf af Vémundi. Nú snýr hann aftur og kvaðst þess höggs hent hafa. Vémundur hafði nú vel hlýtt ráðum Ásgeirs og hafði setið kyrr hjá daginn, en nú þóttust allir vita að þetta váru hans ráð, Þorgeir bað hann dugnaðar eftir höggið. Nú var þar þröng mikil af mönnum og býður nú enn Ásgeir sætt fyrir þetta, en Steingrímur sagði að jafnan hafði hann sætst, og hvað þá enga sætt halda vilja og sagði að nú mun ekki af verða sættinni og hvað eigi mega þá verða en áður, þá þeir váru sáttir kallaðir. Og nú vil Ásgeir gefa Steingrími 3 gripi, sverð og skikju og gullhring og váru það miklar gersimar, en hann vildi engan þiggja. Nú hefur Eyjólfur tekið við gripunum, Ásgeir bauð honum, því að Steingrímur vildi eigi við taka. Fara menn nú heim af leiðinni með engri sætt og una nú fárigir vel við sinn hlut. Þóttist Steingrímur enga sæmd hafa haft fyrir skömm þá honum var ger, en Vémundur þóttist nú vera orðinn í miklum óþokka við Steingrím, og þó telur hann ekki að því, og það líkar honum illa ef engar skulu bætur koma fyrir Þorgeir, og kallar hann fyrir sér drepinn hafa verið,
og kallar hann fyrir sér drepinn hafa verið. Ásgeir bað hann það aldrei gera að heimta bætur fyrir mannfýlu þá, og hvað hann mega gera sig svá berast hann að því að Þorgeir hefði hans ráðum fram farið. Og unir nú Ásgeir illa við það, honum þykir Vémundur jafnan valda því illa en þótti það þó illa hann fékk engum sáttum á komið í milli þeirra, og skilja þeir nú að sinni. Þrettándi hluti. Það var 2 vetrum síðar en það nú var frá sagt eftir alþingi sumarið að Steingrímur kvaddi Hrafn verkstjóra til Selgerðar og hvað á hversu lengi hann skal at vera. Hrafn segir að það var 2 vikna verk og sagði að hann lét eigi vinna það meira lá við en ríga að slíku. Steingrímur spyr hvað það Hrafn svarar að hefna sauðar höfuðhöggsins þú varst lostinn á leið sumarið fyrir 2 vetrum af Þorgeiri smjörhring. Steingrímur hvað hann eigi meir fyrir gjalda en lífið. Hrafn hvað þá eigi ómaklegra að kenna af nökkurs en Þorgeir höfðu þess eggjat og hvað hann ekki það af sjálfum sér hafa tekið. Steingrímur kvaðst eigi það vita, en þó hefi ég annað hugað þér verkið en ég sagða þér. Hrafn spyr hvert það nú vil ég senda þig á hól í Kræklingahlíð eftir Hrafni, við hann koma á minn fund, þú skalt og koma í Hörgárdal eftir þeim manni Gnúpr heitir, hann býr á þeim bæ á Öxnahóli heitir og góður bóndi. Síðan far þú á Galmaströnd eftir þeim mágum mínum Steini og Helga og bið þessa menn alla koma á minn fund. Hrafn, hvað sér þetta betur hent en vera að Selgerðum, nú fer hann á fund þessara manna og sagði þeim sitt erindi, váru þeir þegar uppi Steingríms orð komu til og sá sagt að Gnúpr myndi farið hafa þótt fyrr hefði komið verið, að því hann sagði Hrafni. Fara þeir nú allir á fund Steingríms, fagnar hann þeim vel, nú ríður hann heiman við 20. mann og norður til Reykjadals og ríður snemma aftans heiman, taka hvíld á Fljótsheiði gagnvart Öndótsstöðum og áðu þar og svo sagt að þeir sofnuðu allir. Smalamaður Konáls fór í það mund þar nær að fé sínu og nú sér hann hestamarga en vissi ekki ván mannferða, snýr nú heim þegar og segir Konáli það sem hann hafði séð. Konál þóttist vita hverir vera mundi og býst nú við og sendir eftir Vémundi. Hann fór þegar á fund Konáls og hafa nú 20 manna báðir saman. Nú það að segja að Steingrímur vaknaði og sér nú mannafara til Öndóttsstaða, þykjast þeir nú skilja að menn hafi orðið varar við þá, taka nú hesta sína og fara á bak og sjá eigi færi sitt á Vémundi að sinni, og þótti Steingrími það ráðlegt að þeir sneri heimleiðis. En þeir Gnúpr og Stein svöruðu að aldrei vildu þeir við þetta heim snúa og þóttust vita hæðileg orð Vémundar við þá, ef þeir sneri aftur við þetta, kváðu nú væna að snúa til Mývatns og drepa Herjólf, síðan þeir náðu eigi Vémundi, og þangað riðu þeir nóttina og fengu það ráð að Þorstein Blindingur heimamaður Steingríms skyldi ríða til hús og hafa lyng eða mosa í sekkjum og láta vísa sér til Möðrudalsheiðar, svo sem hann ætlaði sér til skips og teygja Herjólf svo út, og þetta ráð gekk svo fram að þeir ætluðu að þann veg varð honum út komið. Þeir Gnúpr og Stein hlaupa nú að honum og leiða heim frá dyrunum, en Þorstein gætti hurðarinnar
að enginn mætti út komast þótt vildi. Sá sagt að Gnúpr mat ekki við aðra menn að vega að Herjólfi og nú riðu þeir heimvegis. Þeir koma til Hjörleifartófta í Bárðardal. Hrafn var af hóli lýsti þar víginu Herjólfs fyrir Hjörleifu móður hans og lét sem hann skildi drekka og fekk sér það til erenda. Og hann sagði að Herjólfur myndi goldið hafa Vémundar og hvað hann og hefna mundu og sagði að varla var hon frændlaus enna eftir hvaðst við það mundu una að hefn myndi verða. Nú ríða þeir Steingrímur af fund Eyjólfs og segja honum vígið, en hann kvaðst að illa þykja að eigi var Vémundur heldur fyrir orðin eða háls. En Steingrímur sagði að eigi hefði þeir nátt Vémundi, en þó viljum við að hann hefði fyrir orðið. Eyjólfur kvaðst ekki mundu að þessu telja og bauðst að leita sættir í milli þeirra. Steingrímur kvaðst nú sættast ef þeir vildi, en sagði þó það með að eigi hefði þeir þá haldið sættina líkara var til. Sá sagt að Eyjólfur sendi orð Áskalli að þeir hittist að lögum og sagði að Steingrímur vildi nú sættast á oxamálið. Áskalli þótti það enn vænlegast að taka sætt af Steingrími og mætti enn svá niður falla ófriðurinn að sinni í milli þeirra og fór hann til fundar við Eyjólf. Var sú sáttagerð þeirra að gjalda skyldi 100 silfurs fyrir víg Herjólfs, en Gnúpr og Þorsteinn skulu fara utan og aldrei útkvæmt eiga, og það efnir Þorsteinn. Helgi, Stein og Hrafn á hóli skyldi vera utan 3 vetr. Þessi sekt skal á falla eitt 3. sumar á Eyjaferðarleið. Þá skyldi þeir útlægir falla. Líður nú sjá stund og ekki sagt frá viðskiptum þeirra á þessu máli til leiðar eitt 3. sumar, og þegar sjá stund liðin þá var það sagt að Vémundur kögur mælti við konu sína þegar eftir leiðina að hon skyldi sjá bú þeirra, en hann kvaðst mundu ríða til Eyjafjarðar og þræl hans með honum. Nú ríða þeir til frændkonu Vémundar Þorgríma hét. Hún bjó á Vindheimum í Hörgárdal. Vémundur kögur spurði að Gnúpi ef hann væri heima að búi sínu. Hún kvaðst það gervita morguninn og sagði að hann ætlaði að fara eftir fiskum til Gása og spurði hvert Vémundur vil fara, en hann sagðist eiga erindi við Gnúp og kvaðst hann hitta vilja. Hún fekk honum nú þræl hún átti nefndur var Melkólfur, og nú fara þeir Vémundur 3 saman og hitta Gnúp fyrir utan Laugaland á Melunum, og váru þeir 3 saman. Höfðu farið með honum þrælar hans 2, og þar sló þegar í bardaga. Þrælarnir börðust á. Vémundur batt áður hesta sína og hvað nú vera maklegan fund þeirra að þeir váru jafn margir. Gnúpur kvaðst eigi mundu á telja það hvár tveggi þeirra hafði skjöld. Þeir sóttust lengi og síður hjó Vémundur undan Gnúpi fótinn, og nú stóð hann á knjám og bauð enn bardagan, en Vémundur hvað þá hætta mundu að sinni, og nú sendir hann heim Melkólf og sagði hann vel hafa dugað. Vémundur ríður nú og þræl hans með honum út á Galmarströnd á Arnarnes og spurði að þeim Steini og Helga mágum Steingríms, en honum var sagt að Helgi var að smíð í Skagafirði, en Stein var farinn út í Hrísey til veggjalæðslu. Vémundur bað Galta skips þar bjó að hann myndi ljá honum út til Hríseyjar og vildi að færi með honum Þorvaldur sonur Galta, og hann léði honum hvors tveggja. Fara þeir nú 3 út til eyjarinnar, og þar hittu þeir Svein í eynni og spurði Vémundur hvers sonur hann var, en hann kvaðst vera sonur móður sinnar, og nú áttu þeir kaup saman, Vémundur og Sveinin, að Vémundur skal gefa honum höfnukið til þess að segja honum hvort Stein og húskarlar hans liggja að naustinu nóttina eða heima á bænum.
Sveininn skal gneggja þar á höfðanum kveldið ef þeir fara til naustsins, en fara hvergi ef þeir væri heima. Og kveldið hann hafði rekið fé á brott, þá kom hann á höfðan fram og gneggjaði sem hann mátti mest. Nú þykist Vémundur vita að Stein mun hafa farið til naustana og bregða þeir nú við skjótt og fara hvatlega til naustsins, og þá sá hvárir aðra og váru nú hvárir tveggju á ferð til naustsins sem þeir mega. Sá sagt að Vémundur skaut snærisspjóti og kom á skjaldarspor Steins og nisti hann við rist honum skjöldin. Stein laust í sundur spjótskaptið með öðrum fætinum og rann til naustsins síðan sem hann mátti. Vémundur bað hann eigi renna, en Stein gaf að því engan gaum, og nú svá að segja að Þorvaldur, sonur Galta, ór Arnarnesi, fell í nausturunum fyrir Steini, og þá vildi Stein hlaupa út á ferjuna og ætlaði að verjast þaðan. En þá kemur Vémundur kögur að í því og veitti Steini þegar banasár, og nú fara þeir Vémundur þegar á brott og hafa með sér lík Þorvalds, ekki gera þeir að húskörlunum. Vémundur hittir nú Galta og segir honum tíðindin og réð honum það að fara til Laufás á skipi með fé mikið og allt skuldalið sitt, og síðan í Reykjadal til fundar við sig og hét honum bótum fyrir víg Þorvalds sonar hans. Vémundur vildi fara eitt yðra og ríður hann í Kræklingahlíð og varfið að hraft af hóli var í einhverjum starfa og vildi taka hesta sína og skera mön á. Og nú víkur Vémundur að og kveður hraft hafa sýnt sig í mótgangi jafnan við sig, og þá frændur alla segir hann og skulu hafa fyrir það nökkut þótt eigi væri mikill, hleypur síðan að honum hrafni og hjó af honum höndina og hvað hann þó of lítið hafa. Snýr hann síðan heim norður og segir Áskalli allt af ferðum sínum. En þar frá að segja nökkut að húskarlarnir, þeir sem verið höfðu hjá Steini í eyjunni, þeir fara nú á fund Þorbjarnar föður hans og segja honum tíðindin. Hann bregður við skjótt og fer til Galta, og hann kom þar, var hann allur á brottu, og nú fer hann þegar yfir fjörðin og ætlaði að þeir Vémundur og Galti myndi hafa farið báðir samt. En Galti tók það ráð sem Vémundur lagði til með honum og var nú kominn á leið með lausafé sitt og ætlaði að flytja til Reykjadals. Og nú koma þeir Þorbjörn eftir Galta, og þótti Þorbirni hann hafa mjög eldan Vémund til þessara verka. Hann fekk honum bæði skip og son sinn til fararinnar, og kveðst þó skildu bæta honum sonardauðan með því að hann höggur Galta banahögg, en tekur upp lausaféð hans allt og flytur heim til sín. Nú spurðust víða þessi tíðindi, sá sagt að Áskell sendir orð Eyjólfi að þeir fyndist í Ljósavaðsskarði á Hálsi. Eyjólfur kom til mótsins, sú var sættargerð þeirra að Gnúpur og Hraft skildi báðir bótalausir, þeir höfðu ekki á brott farið sem skylt var. Þorvaldur falli óhelgur, en víg Stein skal vera til sýknu Helga Þorbjarnarsinni, en Galta skal bæta 100 silfs. Þeir Vémundur og Hál skulu falla óhelgir Eyjafjörð, nema þeir fylgi Áskalli. Helgi skal og falla óhelgur fyrir norðan Fnjóská, nema hann væri í för með Eyjólfi Valgerðarsinni.